stödd hér á hrossabúinu á Björgum í Hörgárdal þar sem við hittum tamningamanninn Viðar Bragason. Hann ætlar að kynna okkur starfsemina sem fer fram hér á hverjum degi. Viðar og kona hans Ólafía Snælausdóttir hafa stundað hrossarækt og tamningar á Björgum árabil og hefur Viðar verið mjög áberandi á keppnisvellinum undanfarin ár. Þau starfa bæði alfarið við hrossabúskapinn, en hvernig hefðbundinn dagur í lífi tamningamannsins? Já, hann eiginlega bara þannig að við byrjum bara að gefa svona einhvern veginn upp á 7 á mótnana. Og svo förum við bara, já, erum kannski byrjar að förum að hafa okkur morgumat þegar það er búið og erum svo, það er að ríða út bara einhvern veginn milli 8 og 9. Og erum svo bara því svona, já, fram eftir degi. Nú komin upp hér glæsilega aðstaða ný reiðhöll sem kom fyrir nokkrum árum. Hvernig bætir hún hestamennskuna hérna hjá okkur á Björgum? Já, hún svo sem bætir hennar marga vegu, þetta svo sem bara hjálpa manni mikið til bara eins og vetur þegar þeir eru vond veður og undirbúið sér fyrir þessi mót sem eru inni og já, og bara svona, já, marga vegu held ég veit ekki kannski alveg hvernig ég var að lýsa en þetta allavega gerir mjög mikið gagn að vera með reiðhöll, þetta svona, já, hjálpa manni mikið með bara ungkross og allavega, sko, keppnisross og annað slíkt. Myndirðu segja þessi mikilvægt það sem ætla að ná langt í árangri í keppninni á veturnar að vera með svona góða aðstöðu? Já, ég myndi segja það. Ég myndi segja að það var eiginlega frumskilyrði, sko. Það er alltaf náttúrulega þannig líka veður hér að það er mjög gott að geta verið inni og þá er ekki að detta út margir dagar og hrossi líka þá bara læra líka að vera inni og beita sér og svo liðs. Þannig að þetta, já, skiptir miklu máli. Sem fyrr segir hefur Viðar getið sér gott orðspor á keppnisvellinum síðustu ár. En hver er lykillinn á bak við velgengnina? Grunnurinn er alltaf bara að vera, held ég, bara duglegur að sinna hrossunum og þjálfa þau. Og auðvitað skiptir máli að vera auðvitað með góðan efni við, góð hross og þá bara kemur þetta svona í sammenningu. Þetta alltaf bara er bara að vinna í kringum þetta. Það held ég sé svona kannski lykilatriði í þessu. Nú er landsmótsár og landsmót á Hólum í sumar. Stefnirðu þangað með keppni í huga? Já, við stefnum þangað með eitthvað hrossum í keppni og eins í kynbótasýningar. Við erum rauninni að fara svona kannski fyrst skipti með stefnum kynbótasýningar. Ég hef nú svona yfirleitt verið með keppnisross en erum núna með svona mikil efni sem okkur langar til að sjá hvað þið komin á landsmót. Og ætlum okkur býsna á landsmót til vonandi í ár með eitthvað hrossum. Sala er stór hluti á rekstrinum, en hefur salan verið árangursrík? Já, svona býsna. Það hefur nú samt verið svona freka þungt að selja. Það gengur vel að selja þetta bestu rossin, þau seljast alltaf. En þessi svona miðlungsrossi er orðinn svona þyngri í sölu. Þannig en þetta hefur samt gengið bara ágætlega í okkur. En þó allavega. Myndirðu það segja sala á keppnisrossum var kannski meiri í dag heldur en sala á almennum reiðhrossum bara fyrir hinn almenna hestamann? Já, mér finnst að það er miklu meira eftirspurn eftir rossum sem hafa náð einhverjum árangri í keppni. Það er eiginlega, eins og hjá okkur er nánast eingöngu spurt það. Þannig að ég myndi segja að það væri, já, mun meira. Viðar er með fullt hús af efnilegum hrossum og hann leiðir okkur að einu þeirra, blesóttum gæðingi sem hann hefur verið að gera góða hluti með í keppni. Þetta er hestur sem heitir Þiti frá Narfastöðum sem bara ég hef verið að byrja að keppa hans á í fyrra og verið svo keppa honum í vetur, hefur bara gengið alveg bara rosalega vel. Hann ná mjög langt með henni í vetur, bæði í fjórgang og tölti og hann er svo að fara meira sér núna næstu helgi á mót sem heitir Meistari meistarana fyrir sunnan og ég stefni við hennan hesti í B-flokki í sumar og kannski jafnvel í tölt svona eftir hvernig hann þróast en allavega stefnum við saman í B-flokk og ætlum að reyna að gera góða hluti þar. Nú er hann alveg risastór, hvernig er að sitja hann? Það er eiginlega bara alveg frábært, hann er svona mjög ólíkur öðru sem ég hef verið með. Mikil orka í honum og skemmtilegur, mikið viljugur og flugur rúmur, þannig að þetta er eiginlega alveg topp eintak. Er þetta skemmtilegasta tegunda hesti til að vinna með? Já, ég myndi segja að það er mörguleiti, allavega fyrir mig. Ég hef mjög gaman af svona hestum sem eru orkumiklir og eru svona pínu mikið fyrir sér og þetta virðist einhvern veginn liggja bara vel fyrir mér og mér finnst hann alveg frábær þetta staði. Hverjir myndir segja að vera svona hans helstu eiginleikar? Ég held að hans helstu eiginleikar sé náttúrulega hann er náttúrulega gríðarlega fallegur, sko, framfallegur og ber sig vel og svo eru bara náttúrulega gríðarlega sterkar gangtegundir í honum. Ég held að það sé nú kannski svona hann stendur upp úr og er alltaf mikið viljugur
og bara gaman að vinna með hann, næmur og skemmtilegur. Bjarki Fannar Brynjusson starfar við tamningar hjá Viðari og Ollu. Bjarki, þú ert 17 ára gamall en þú ert ekki í skólanum. Þú ert bara hérna á Björgum að stunda tamningar. Hvernig kom það til? Ja, ég ætlaði bara að vera inn í sumar en svo bara gat ég ekki hægt. Mér fannst það svo gaman. Hvað er svona rosalega gaman við þetta? Bara vera í kringu hrossin, keppa og miklu skemmtilega en að sitja inn í einhverju skólastofu. En ætlar ekki að fara í skóla í framhaldinu? Ég er bara ekki búinn að ákveða það, sko. Jú, sennilega. Og hóla þá? Já, gæti verið. Einhvers konar nám í hestamennsku, er það heillandi? Já, já. Hvernig er að vinna með Viðari? Viðari magnaður.